Kæri Jesús, við þökkum þér fyrir það að þú leyfir okkur að vera með þér í dag og þú vilt að trú okkar vaxi og að við notum þennan dag til að vaxa í trúnni þinni, kæri Jesús, og það verði það sem við blínum á í þessum degi vegna þess að við höfum ekki annan dag betri til að gera verkið. Hjálpa okkur bara til að opna hjarta okkar á þig og að nema það sem þú ætlar að segja við okkur í dag. Í Jesú nafni. Amen. Já, vinir, við erum mætt til leiks og alvörunar auðvitað meira. Því að Drottinn hefur verk að vinna og hann hefur margt við okkur að segja sem að hann vill auðvitað við ígrundum og séum undir og lifum með og lærum umfram allt að vinna út frá. Það það sem hann vill í mínu og þínu fari og í raun unni sér engra hvíldar og reiðubúin í hvert skipti sem hann sér okkar viðleitni í þessa átt. Þá kemur hann stökkvandi og hlaupandi eins og með týnda soni sem að birtist loksins nær dauða en lífi og faðirinn sá, fylgdist með og hljóp svo á móti þegar hann birtist. Hann með okkur, að hann fylgist með okkur og stekkur til þegar hann sér að við erum að gera okkur klár til þess að koma og eiga fund með honum og það verður fundur því hann bíður eftir fundi með okkur og hann lætur sig ekki vanta því hann lykil maður þess fundar og eins og alltaf hefur verið. En það verður engin fundur nema einhverju mæti til þess að hlusta og við erum komin, ég hér og þú ert á þínu stað og Drottinn á sínum og við getum hafið ferð. Hvert við munum fara í dag kemur bara ljós en af reynslunni vitum við að ferðalagi muni gefa okkur sitt hvað sem við getum unnið betur úr og meira með og umfram allt vaxi í trú af. Það það sem Drottinn alltaf að keppast við, að ég og þú og að við vöxum í okkar trú. Og hann reiðubúinn eins og vorum að segja áðan. Hann fór upp á hólinn sinn og horfði þangað sem við komum stundum eftir veginum og nú sér hann okkur og hann stekkur til og tekur okkur kannski í fangið og hleypur með okkur þangað sem við erum að fara, hver veit með hvað að hann sér að nú ætlar þessi fundur að verða og hann ætlar líka að sjá til þess að þetta verði góður fundur, þannig Guð. Hann tekur fagnandi á móti fólki og elur ekki á neinum deilum við nokkurn mann. Það ekki vilji Guðs, það ekki eðli Guðs. Við hins vegar bregðustum alls konar við þegar menn mæti ekki og láta okkur bíða og allt saman það og ef að þetta endur tekur sig ítrekað þá nú næsta víst að þegar endur til einhvers konar samskoð eða samverustunda að það ekkert víst að við komum því að við eigum allt eins von á því að ekkert verði af neinu nú frekar en svo oft áður. Við sjáum að við erum ekki Guð. Guð gefur aldrei upp vonina að núna vakni maðurinn og hann komi og þeir geti átt sína samveru stundir. Það það sem hann að þrá vegna þess að hann gaf trú í hjarta mannsins og hann veit að trúin afl sem mun alltaf beina honum í þessa átt, hvað síðan sem maður gerir. Og þarna komum við að frelsihugan sem að hver maður á. Þarna komum við að þessu vali sem hver maður stendur frammi fyrir og verður aldrei tekið af honum. Hver og einn þarf alltaf að velja fyrir sig og við í dag völdum rétt. Við völdum að gefa Drottni færi á að segja eitthvað við okkur. Ég hef nokkuð að segja þér, segir Drottinn. Og hvað það? Við munum komast að því hvað það þegar að þessari stund lýkur. Þá munum við vita allt það. Og við megum búast við því að eitthvað gott og hressilegt og uppbyggilegt komi
vegna þess að þetta ekkert í fyrsta stundin sem að við sitjum með drottinn fyrir framan okkur. Sitjum eins og María í raun og veru við fætur drottins og erum þar með að læra þá kennslu sem drottinn setur fram fyrir okkur með þessari frásögu af Maríu. Og það líka önnur frásaga. Hún meira svona mis og þys og veraldlegan vafstur sem í blessaðri Mörtu sem lagði alla stund á að þjóna. Og það enginn að gera neitt lítið úr þjónustu, en það tími fyrir allt. Það var líka tími fyrir Maríu, Mörtu, að taka sig frá þjónustunni, setjast við hlið Maríu og leyfa drottni að tala það sem hann ætlaði að tala og halda svo áfram við þjónustuna. Því að þjónustunni líklega, ef ég skil þetta rétt og ef þetta svona, já, líklega hefur það verið þannig að það sem Marta var að þjónusta og undirbúa þjónustuna fyrir væri framborið eftir að drottinn hefði lokið sér af. Þannig hún hefði ekkert mistað neinu, hún hefði þjónað eða þá undirbúið þetta aðeins öðruvísi, þannig hún hefði verið með allt klárt til þess að þjóna, en samt gefið sér tíma til að setjast við fætur drottins og slegið 2 flugur í einu höggi, sem sagt allt var klárt fyrir þjónustuna. Hún settist við hlið systur sinnar, nam af örum drottins það sem hann var að segja og reis svo á fætur og þjónaði og líklega tekið Maríu með sér og allt hefði verið í friði og spekt. En það ekki að sjá að þarna hafi það að öllu leyti verið, því að drottinn segir, ámælir hann svolítið og segir, Marta, Marta, þú mæðist í mörgu. Og hann segist að mæðast yfir því að systir hennar gerði ekki það sem hún ætlaðist til af henni, en drottinn takk eftir því að drottinn tekur undir málstað Maríu. Hann sagði, María valdi góða hlutskiptið. En Marta fékk ummælin, þú mæðist í mörgu. Og hvort betra? Við sjáum alveg hvað betra. Það þetta betra að velja, betra hlutskiptið og hann að benda á sitt orð sem betra hlutskiptið og það hefur ekkert breyst. Og þú hefur því valið rétt þegar þú valdir að leyfa drottni að hlaupa á móti þér og jafnvel bera því í fangi sér á staðinn þar sem hann ætlaði að tala og nú erum við að hlusta á orð hans. Uppveðruð og munum auka dirfi okkar og kraft og styrk trúarinnar af því sem við heyrum. Ekkert vegna þess að þessi maður að tala, hann hvorki betri að verði ræðumaður en aðrir en hann að tala Guðs orð. Og það Guðs orð sem að öllu máli skiptir. Hvort sem það flutt af mínum vörum eða þínum, skiptir ekki máli. Og þetta það sem hann uppáleggur þér að gera. Hann uppáleggur þér að hlusta á orðið, lesa í orðinu, byggjast upp á orðinu og fara svo að gera orðið. Sértu ræðumaður, sértu kennari, sértu predikari Guðs, þeir eru margir, skaltu setja þig þar. Sé þjónustan öðruvísi, önnur, skaltu setja þig þar. En þú mátt aldrei láta hjá líða að gera eins og María sem settist við fætur lifandi Guðs. Það verður alltaf að vera með inn í þessu ferli. Og þegar við erum komnir á þann stað að þetta orðið með, þá líka erum við að gera nokkuð rétt, skal ég segja þér. Og það einmitt það sem við viljum. Við viljum gera það sem réttar og betra vegna þess að við getum gert það. Þetta segir okkur það að drottinn hefur orðin í allt, hann hefur vakið. Við höfum verið að tala það oft hér. Við skulum vaka fyrir því sem Guðs. Hann segir allt sem þarf að segja það hvað það sem hann vill að ég geri. Og hann leggur mikla áherslu á þetta orð vakið. Hvort sem við skiljum það rétt eða ekki. En það eitt sem við þurfum að skilja og fatta hvað áttir við þegar sagt vakið. Ég sé það, eftir því sem ég reyni trúna meira, að þetta orð vakið, það á við svo margt. Við höfum að vaka yfir þessu góða. Við höfum að frambera þetta góða. Við höfum að sjá þetta góða
þegar það er. Og þegar við förum að sjá þetta góða og taka til því þegar það er að koma, þá er allt eins og íst að við sjáum þegar þetta illa er að reyna að smeygja sér inn. Við erum vakandi, bæði fyrir þessu góða og einkum og sérlega fyrir þessu góða, en svo líka vegna þess að við erum vakandi, þá erum við með burði til þess að sjá hitt. Því að það byrjar alltaf einhvers staðar ef það kemst inn fyrir. Mundu það þarf að komast inn fyrir. Og ef ég er ekki á varðbergi, gæti svo farið að það kemist inn fyrir. En með mig á varðbergi getur það ekki gerst. Bara hreinlega ekki. Drottinn er með algjörlega skotheldar varnir fyrir hvort sem er mig eða þig. Skotheldar varnir. Og það er svona kjarni í hverri ræðu, hverri predikun og hverri kennslu trúarsmann, þar sést að við skiljum þetta, föttum þetta, tökum við þessu. Þetta undirstrika mikilvægi þess að vaka. Vera varðbergi, standa varðstöðuna, vera varðmaðurinn sem ber ábyrgð á sinni varðstöðu. Og varðmaður til að mynda í stríði, þessi stríð geisar, hann heldur betur skilur hlutverk sitt. Hann veit alveg hvernig óvinnurinn vinnur. Hann kemur og reynir að láta komast að einhverju sem er orðið sofandi, hálfdottandi. Þess vegna getur hann alveg beðið. Hann bíður og þá slæfist allt. Það er ekkert að gerast. Þetta lítur að vera í lagi í nótt. Og þá kannski leggur sig einhvern og þá bara koma þeir með byssurnar sínar og fella svo margt fólk. Við þurfum að vaka og þetta er það sem er að gerast í trúnni þegar hann segir vakið. Því óvinnurinn notar þessi brögð. Hann getur dregið sér til hlés. Svo getur hann ráðist inn. En hann kemst ekki inn, sértu vakandi. Það bara er þannig. Drottinn setur þetta svolítið á mína ábyrgð með allt þetta. Þannig að maður er án afsökunar ef að maður næri ekki upp í þessa hugsun. En ég get alveg náð upp í þessa hugsun og ég geri það vegna þess að Drottinn hefur gefið mér að vaka. Og ég veit að þú ert líka vakandi manneskja. Því að ég sé það á vextunum þínum frá degi til dag sem er mikill. Maður hefur séð margt fólk vaksa og er ekkit nærri því sama fólkið og það var þegar það var að koma blautt á bak við eyrun inn í kirkjuna og inn í söfnuðina til að byrja með. Það er allt öðrum stað í dag. Það orðið bara öflugt trúað fólk. En því miður getur maður ekki sagt þetta alla og það er náttúrulega mjög leitt. En það er bara við engan að sakast því að hver og einn, hann ber ábyrgð á sinni trú og þessi ábyrgð verður aldrei frá manni tekin. Það mun enginn geta hlutast til trúarvöxt nokkurrar manneskju. En það sem við getum gert við þetta kristna fólk, systkini, bræður og systur, við hvetjum hvort annað. Þannig við sjáum að það er eiginlega ekkert pláss fyrir að talast ekki við. Vil ekki hitta þennan og hinn. Við erum með horn í síðu þess og hins. Vegna þess að þetta gerist vegna þess að við vöktum ekki. Þarna komum við aftur að mikilvægi þess að vaka. Við þurfum að vaka fyrir þessu í okkur sjálfum til að við þurfum ekki seinna að vera að glíma við einhverja skemmdir af þess völdum að við fórum allt í einu að draga upp mynd af mönnum og konum. Við viljum ekki tala við þessa. Okkur er sama og við erum að vona jafnilega þessu og hinn komi ekki á stundina. Við getum nú farið svo neðarlega með okkur sjálf. Þetta er allt fyrir hendi og þetta er því miður alltaf að gerast. En það þarf ekki að gerast neitt af þessu svo fremi sem bara tökum púlsinn, sjáum réttum augum það sem er og ok, ég sé að mér er nú ekkert vel við þennan og hinn. Það er rangt að vera með þessa afstöðu en við erum alltaf að glíma við þetta. Við tölum ekki við þennan og svo er einn ljóður á ráði okkar kristinamanna að við erum að draga að okkur fólk sem að okkur líkar við. Halló! Við erum bara á sama stað við höfum alltaf verið ef við erum á þessum stað eftir að trúin kemur. Okkur á að líka við alla.
við höfum að hafa alla vini okkar í kirkjunni, en við þurfum því að leyfa Drottni að byggja okkur upp þannig að þetta sé gerlegt. Og aftur komum við á orðinu vakið fyrir þessu, skoðið eigin trú og sjáið hvernig þið bregðist við þessu og hinu. Og þá kannski sérðu það, já, mér nú ekkert vel við þennan og hinn og ég vil nú helst ekki hafa hann nálægt mér. Og hvað ætlarðu að gera í því? Ég veit alveg hvað þú vilt, þú vilt breyta þessu. En hvað ætlarðu að gera til að þetta breytist? Það bara ein leið, þú verður að taka þér taki. Og hvernig tek ég mig taki? Ég læt mig hafa það. Ég læt ýmislegt yfir mig ganga því að það í gegnum þessa staði sem við þurfum að komast. Því hinum megin býður okkur sigurinn og þetta staðreynd. En það erfitt að koma þessu að hjá fólki vegna þess að það sér þetta ekki. Það er svo mikill vanhugsun þegar við erum að gefast upp trekk í trekk fyrir erfiðleikunum. Horfðu á þessa menn sem að jafnvel þú uppundir lítur upp til. Það getur vel verið að einhver í kringu því sé á þeim stað að þú lítur upp til viðkomandi og það er allt í lagi með það. En gerðu það og vegna þess að árangur að trúarvinnu hans. Þú skalt horfa á hana, en ekkert vegna þess að manneskjan frábær, hún bara jafn frábær og þú. Horfðu á árangur verkana. Hann á þessum stað og hún vegna þess að hann hefur lagt á sig það sem þurfti til þess að komast þangað. Og ég get alveg lofað þér því að manneskjan sem þú lítur upp til, ef hún til, ég veit ekkert það, það ekkert allir sem líta upp til fólks, það allt í lagi með það. Og hún hefur gengið í gegnum alls konar raunir, þrautir og barning upp að ákveðnu marki, en hún gafst aldrei upp. Hún glímdi við allar þrautir sem allir menn hopa undan sem hopa. Það af þrautum sem maðurinn hopar undan. En sumir berjast í þessu og það bardaginn sem okkur búinn. Hann þarna. Þannig við sjáum að ég þarf að berjast trúarinnar góðu baráttu, já, þetta trúarinnar góðu barátta, myndu það. Og ég þarf að koma mér í gegn. Ef það hvetur þig hins vegar til sama, þá það alveg frábært. En þetta leiðin. Ef að ég get sýnt þér góða leið sem ég hef farið, þá væri það náttúrulega æðislegt ef þú vildir gera það sama, en ég lofa þér því að þú munt lenda í sama og ég kannski lendi. Og ég varaði við, haltu áfram hvernig sem aðstæðurnar eru. Það var eins og það var verið að skipta lyf núna hjá mér. Ég einn af mörgum sem að glími við blóðþrýstinginn minn. Þetta hefur aldrei neitt að hrjáð mér. Og svo fór ég til læknis ekki alls fyrir löngu og hann vildi skipta lyf og það allt í lagi með það. Ef það ekki betra, þá bara gerum við það. Og hann sagði mér það að gætu verið einhverjar aukaverkanir af þessu lyfi og benti á ákveðin stað sem gæti sýkst eitthvað smávegis. Svo sagði við mig, en láttu þið hafa það. Láttu þið hafa þetta. Þetta gæti alveg tekið 2 mánuði að komast yfir og ég sem sagt byrja að taka þetta og verð var við þessi einkenni. Þeir voru nú ekki svakalega en svona smá þægindi og ég veit ekki alveg hvort ég komin yfir þetta ennþá, en allavega farið að lengjast verulega og hann sagði í flestum tilvikum kæmist menn nú yfir þetta og ég náttúrulega bara að vona það að það gerist og eins og ég segi, þetta engin svakalegt, þetta leggum ekkert í rúmið og alveg bara með kvölum og geði, það ekkert svoleiðis en svona, maður finnur þarna smá einkenni, en hann sagði þetta gæti tekið svona 2 mánuði. Og það 2 mánuðirnir nú, alltaf sé nú ekki svona upp undir að líða, en ég held reyndar að þetta sé nú búið, já, ég held það, já. Svona, þegar ég talaði þetta þá, nú svolítið síðan ég fekk svona einkenni síðast. En þetta vegna þess að maður fekk þarna aðvörun. Mér var sagt hvernig þetta og það kom, hann sagði að það gerðist ekkert í öllum tilvikum, en það kom þarna og þá sagði mér, láttu þið bara hafa það og þraukaðu.
Og þannig er það líka með þetta blessaða líf okkar og trúarlíf ekkert síður en annars sem við gerum, að við verðum að vita að þetta er barátta. Ef þú veist ekki að þetta er barátta er vegna þess að þú hefur ekki enn lesið orð Guðs þér til nægileg skilnings að þetta hafi náð að fræða þig. Þetta er þrautaganga, þetta er barátta og stundum mjög hörð barátta, ekki við, ég vil nú bara segja það, þetta er svona mest við sjálfið. Það er svona það sem ég hef lifað í gegnum þetta og séð í sjálfið mér að þetta er mest við sjálfið. Menn segja vík, brott, satan og klóra sér í skallanum, þeir sem eru með skalla. En veistu það, það getur verið að maður sé ekki að segja rétt, en ég allavega upplifði þetta ekki þannig. Ég vil ekki taka undir það að Satan sé vaðandi allt eins og menn er að tala. Halló, það getur ekki verið þannig. Þetta er útilokað. Kristur fór á krossi, muniði það. Og ef hann gerði ekki allt örugt fyrir mig af þessu ytra afli, hvað gerði hann þá? Nei, hann gerði það. Vann allt tilbúið, gerði allt klárt, tilbúið. Hann vinnur öruglega, hann er fullkominn, hann gerir engin mistök. Þetta væri alveg skelfileg mistök ef að síðan Satan í raunveruleikanum geti bara vaðið hvenær sem maður vill sjálfur. Það getur ekki verið þannig. En svo stend ég eftir, vandamálpakkin ég, tilfinningaflækjan ég, og hún heldur áfram að vera og virka eins og áður hefur verið. Þetta er langt síðan ég sá þetta og ég sá gat farið loksins að draga hring utan á þetta og þá var bara ódámarinn kominn út fyrir svega og ég tel að hann sé þar en ég veit að hann er þarna og ef hann getur þá reynir hann að eyðileggja það eins og hann getur. En þetta er ekki það sem ég sé. Ég sé bara sjálfan mig, hugsanir mínar, þanga minn sem er bara ekkert alltaf neitt sérstaklega guðlegur. Ég er bara eins og þú. Stundum heyri ég eitthvað er sagt við mig og það fer eitthvað af stað hjá mér. Stundum verð ég sár, alveg svakalega sár og yfir eitthvað sem sagt var og það hefur áhrif. Það er þetta sem maður er að. Er þá Satan að gjamma alveg villi vekk úr öllum áttum? Getur alveg verið, en það þarf ekkert að vera og í mínu tilviki er það nú bara þannig að ég umgengst mest og meira trúað fólk í dag en nokkurn tímann vantrúað fólk, þannig bara er það. Þannig að þetta fólk sem ég er að tala við er bara fólk eins og ég með svipaðan þanga og við vitum að trúið manneskja er ekki haldin neinu illum anda. Ég veit ekki hvernig þú tekur þetta, en svona er þetta. Vegna þess að heilagur andi tók sér búlfestu. Hann er þarna, vinnur þarna, virkar þarna og vittu til, hann gefur hinum engan séns á að smeygja sér þarna inn fyrir. Og Satan myndi heldur ekki voga sér það. Hann veit alveg hvað máli snýst. Þannig að þetta er ekki glíma við hann var sigurður á krossinum og við skulum bara reyna að sjá þetta þessum augum og skilja svo hvað vandinn er. Hann snýst mig, hann snýst þanga minn, hugsanir mína sem aldeilis eru ekkert sérstaklega góðar. Öllum stundum. En það er verða það, við höfum viðmiðin, svo Guði fyrir að þakka við höfum það í gegnum trúna, að við höfum stundum náð, já oft, ég vil nú segja það að oft höfum við náð því, að gera eitthvað sem er bara jafnvel fallegt, frábært, en alltaf undir afli trúarinnar. Þess vegna berjumst við að koma henni fyrir, gerum við það sem við getum gert til þess að hún vaxi ásmegin og það er leiðin sem við höfum, sem við erum að gera hér. Við erum að hlusta við fætur lifandi Guðs, alveg eins og María, hún er okkar fyrirmynd þar. Hvað sem hún vil segja það? Og segið þið svo að við þetta kristna fólk gerum ekki konum hátt undir höfði. Við reynt að elsku þær með réttum hætti.
hafa oft verið kennarinn okkur, það margar frábærar konur í Biblíunni sem við erum ofta vitna í. Við höfum oft hér vitnað í blessuðu hórsöku konuna sem átti að grýta, sem hættar við vegna þess að drottinn sló öllu vopn úr höndunum á þeim þegar hann sagði, spurði það, sáu þeir sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana, og það yfirgáfu öllu svæðið. Og hún stóð eftir, blessuð konan, og hann spurði, sakfelldi enginn? Nei, herra, enginn, sagði hún. Ég sakfelldi ekki heldur, en munum eftir því, hann skildi þessi skilaboð eftir hjá honum, en syndga ekki framar. Það með það sem að drottinn segir við okkur í dag, syndga ekki framar. Og hvað ert þú að gera? Ert að syndga? Þú svarar því, mér varðar ekkert það, en drottinn segir við, syndga ekki framar. Þannig að syndin á ekki að koma nálægt okkur. Og ég veit það að sumt fólk syndgar ekki. En þetta ekki fullkomnara fólk en annað fólk, því get ég lofað þér. Það að glíma við allt það sem við erum að glíma við, það að glíma við hugarvíli sitt, það að glíma við alls konar rangar niðurstöður sem að draga upp af atburðum. Jafnvel það með bendandi fingur og jafnvel ekkert endilega búin að kynna sér aðstæður og sannleikan í málinu. Því ef að maður með bendandi fingur, ásakandi hugafar, þá það líklega vegna þess að maður hefur ekkert verið að reyna að grafast fyrir sannleikan. Og það það versta sem að kemur fyrir okkur þegar við erum á þeim stað að við erum ekki að grafast fyrir sannleikan. Við getum, ef við viljum það, getum sagt, víkbrott Satan, en til hvers það? Ég trúi því bara ekkert að hann sé vaðandi og valsandi allt, eins og maður heyrir af sömu fólki, hann bara út allt. Hann kemur bara á skítuðum skónum hvenær sem hann vill sjálfur. Og hvað gerði Kristur þá, ef þetta svona? Nei, það sem Kristur gerði, hann reisti vegg fyrir þessum ódámi og sagði við hann sem hinum megin við vegginn, þú kemur ekki nálægt mínu fólki. Og hann reynir það ekki eins og hann veit áhrifamátt orða lifandi Guðs. Það líka eitt af því sem að drottinn vill að við skiljum, hann vill að við vitum áhrifamátt lifandi Guðs og líka hversu rosalega orðheldinn hann Við höfum oft talað það hér, drottinn sagði það og þá það þar. Ég hef fengið að vita þungan af því sem að drottinn segir. Ég man eftir því og ég oft vitnaði eða nokkru stundum vitnaði það að þá var eitthvað ástand á mér og maður var svo sem búin að læra ýmislegt sem var ekkert að ganga upp eins og bæði þú og fleiri og við öll líklega höfum gert og eitt var það að maður skildi, ég sagði við drottinn, ég held ég á nú einhvern tíma lært þetta af einhverjum, í einhverju kennslunni, að við ættum bara vera með orð Guðs fyrir framan okkur og þylja þetta upp. Og ég gerði þetta, maður alltaf að vera með orð Guðs fyrir framan sig og þylja það upp þegar maður vill, en kannski ekki rétt að gera það sem ég gerði. Ég sagði við drottinn að ég ætla að gera þetta svona og ég ætla að yfirvinna það sem ég var að glíma við með þessum hætti, ég ætla bara að skuttla þessu fram, alveg þangað til ég fyndi að ég væri laus við þetta og ég byrjaði. Svo einhvern stað þá náttúrulega braut ég þetta og þá bara kom vinurinn og sagði við mig, Konráð, gerðu þetta aldrei aftur. Þú sóst fram fyrir mér og ég gerði það og þú stóðst ekki og gerðu þetta aldrei aftur. Og ég fann bara, maður þungan af þessum orðum og ég fann hversu rosalega hann meinti þetta. Þá sá ég það að drottinn meinar það sem hann segir. Hann stendur við það sem hann segir og ég vil að hann mæti mér með góðu einu. Og ég náttúrulega féll saman og
og auðvitað ekki þorað fyrir mitt litla líf að gera neitt svona aftur. Maður vill ekki fá Drottinn upp á móti sér og vera með einhverja kennslu með sér sem ekkert rétt kennsla. Og þetta auðvitað árétting til mín og þín það við skulum frambera rétta kennslu. Það alls konar búið að vera í gangi í þessari ágætu kirkju. Og þetta sem ég var að segja áðan, að var í raun svona angi af einhverju kennslu sem man ekkert meira hver var að öðru leyti en þetta. Að gera svona ekkert annað en lögmálsverk. Þeir áttu að gera margt, þá myndi Drottinn umbuna þeim, en þeir gerðu það, gátu ekki uppfyllt þetta, því að Drottinn bjó svo hnúta að þeir sæju að þetta væri ekki leiðin sem hann vildi að þeir færu. Munum það að lögmálið var til að beiðni þeirra sjálfra. Þeir sögðu við hann, Drottinn minn, skrifaðu bara upp nokkar reglur fyrir okkur og látt okkur hafa og við skulum fara eftir þeim. Ok, sagði hann, ég skal gera það og kom svo með boðorðin 10. Og þau voru svo ströng og þetta var þannig sett upp að Guði, það var útilokað fyrir þá að standa og það stóðst það enginn. Því hann ætlaði sér aldrei að koma fram með lögmálið. Það svo merkilegt að hann ætlaði sér aldrei að gera þetta, en segir þannig kærleika sem hann ber til mannana. Hann gerir það sem þeir biðja hann Og þetta auðvitað líka kennslu upp á það að eins gott fyrir okkur að biðja þar bænir sem eru honum vel þóknanlegar. Og hvernig gerum við það? Við lærum Guðs orð. Það það sem við gerum. Og þar kemur þetta allt fram hvernig svona verk og önnur skuli gerð. Þannig það svo mikilvægt, minn elskaði vinur, og maður þreytist ekki á að tala það, að ég og þú, við verðum að bera ábyrgð á því sem við erum að læra. Við getum ekki látið mata okkur af fólki og taka við því bara umorðalaust. Við verðum að vita hver niðurstaðan við verðum að vita hvað rétt og hvað rangt og þá höfum við orð Guðs, hvert og eitt okkar hefur orð Guðs og þar kemur þetta allt fram. Ef við viljum hins vegar ekki leggja á okkur þá vinnu sem í þessu felst við hvernig að sakast, það bara við mig að sakast. Og þetta eitt af því sem við ættum aldeilis ekki að vilja. Og svo af þessu þú byrjar að grafa í þessu öllu saman, þú gerir mistök og verður ekkert óttastu þau ekki neitt en myndu það reynda að læra af þeim. Og þú ert að grafast í þessu, þú ert að lesa þetta og smátt þá fer sannleikurinn að koma út úr þessum orðum til þín. Og þetta byggir náttúrulega þvílíkan grunn undir þína trú að þér í raun og veru við engri hrösun hætt. Og þú byrjar á því að þú ert hættur að syndga. Það margir sem við vorum að tala áðan sem að syndga ekki. En þeir eru samt ekki fullkomnari menn eða konur en þú. Þeir eru þá að glíma bara við allt hugarvíli sitt, rétt eins og þú. En þó þeir sé að glíma við alls konar hugarvíl og hugsanir og allt það, þá eru þeir ekki í syndinni líka meðfram hinnu. Drottinn hefur andstyggð á syndinni. Líka minni synd, þó ég eigi trú til í hjarta mínu. Hættu að syndga. Syndga ekki framar. Þetta eru allt orð í Biblíunni. Og þegar við förum að nema betur og meira af það sem Drottinn að segja, þá kemur líka þungin af þessu sem við vorum að tala áðan fram. Og kannski ekki allir eins heppnir og ég að fá þetta bara beint í andlitið. Ég rosalega þakkláttur fyrir þetta sem ég upplifði á þessu andartaki þegar ég fann bara allan þungan af þessum orðum sem voru í grunnina minni ákvörðun. Ég sagði ákvörðun orð við hann, stóð það ekki og svo fann ég þungan, gerði þetta aldrei aftur. Og ég lærði mína leksu á því og hef aldrei lagt í að gera neitt þessu líkt. Þetta sá Guð sem ég þekki og þetta sá Guð sem ég vil boða, vera undir og starfa fyrir. Já, starfa fyrir. Drottinn segir sjálfur, þér eruð vinir mínir ef þér gerið það sem ég býð. Þannig að þetta ekki orð
út í úr loftinu tekin. Þau eru það sem orð Guðs segir. Og smátt er að byggjast upp í okkur, trúa lífi okkar, orð sem að Drottinn sjálfur hefur sagt, og það er grunnur sem er þessi öflugi grunnur sem ekkert getur unnið á. Sjáu þið ekki minn þátt, segir þetta með mér, sjáu þið ekki minn þátt í þessu. Ég þarf að vera með sjálfa mig á þeim stað að þetta sé vinnandi vegur. Þú getur, eins og við höfum oft talað um hér, hvatt mig, en meira því miður getur þú ekki gert. Bara því miður. Kannski tekur þessu óstund upp, en svona bara er sannleikur málsins. Við verðum að gera sumt algjörlega þess vegna óstödd. Og hve oft erum við ekki algjörlega óstödd í málum þegar við erum að glíma við erfiðar ákvarðanir og endan fáum við ákvörðunina og hún er tekin af mér. Kannski lagði ég þetta sem ég var að glíma við ekki fram fyrir neitt, en ákvörðunin var tekin af mér og ég stend og fell með henni. Þannig það er eins gott að vera búin að byggja undir svarið, ef svo má segja, með orði Guðs, og þá líka stenst það. Hvaða vinnu erum við að leggja í það sem við erum að gera? En það er ekki gott að segja. Þess vegna viljum við hvetja menn og konur endalaust til að gera vilja Guðs, og þetta er réttur dagur til að gera vilja Guðs, því að hann er dagurinn sem Drottinn gerði og hvað? Gaf mér með sér. Og hér erum við, ég og hann og þú með okkur, að heyra rödd Drottins, að við viljum byggja það sem við eigum, höfum unnið að og unnið með rétt. Við höfum gert mistök, ég var að benda á mistök sem ég gerði, en læriði af sem læri ekki af sínum mistökum. Og þeir sem læri ekki af sínum mistökum er fólkið sem herðir sig upp í hroka. Eins og við höfum oft talað um hér, og hrokinn fellir alla menn og allar konur. Það sleppur enginn við refsingu af því að ástunda hrokan. Hrokinn sjálfur endar með því að verða þessi refsing. Enginn maður kannski. En fyrst og fremst er það hrokinn sem refsaði. Því að verk hans komu fram og það bitnaði auðvitað á honum og henni sem að beitti hrokanum. Þannig við höfum varnaðar orðin út um allt og Drottinn vill byggja okkur upp þannig að við sjáum þessa vágesti þegar þá ber að dyrum. Og hann vill byggja trúna mína svo upp að við þekkjum það úr. Og þegar við erum konum með okkur á þennan stað, þá er engin hætta á því að við tökum neitt við þessu. Við segjum, hei, þú hefur ekkert hingað að gera, burtu með þig. Og hann víkur, því hann hlýðir orðum í Jesú nafni og þú ert laus við hann og hefur, ef allt er rétt gert, lært þína leksíu, þannig að þú býður þessum vágesti ekkert lengur í neitt boð hjá þér. En þú heldur áfram að fræðast, þú heldur áfram að vinna þína leksíu upp úr orði Guðs og það er rétt nálgun og þú gerir meira. Þú tala við Jesú, hinn uppreisna konungana daglega og þannig styrkist trúin þín og þetta snýst allt um það að endingu að þín trú styrkist. Verði öflugri, verði betur framsett, verði meiri. Og núna er dagur í dag sem einmitt vill gera þetta í okkur og með okkur. Þannig að við erum á réttum stað, við erum á góðri leið með þetta allt saman og engin ástæða til þess að vera neitt að láta deigan síga núna. Við erum búin að vera lengi við þetta og leggja okkur mikið erfiði við það sem við erum að gera og hugsaðu ykkur skemmdarverkið ef við varum síðan að klúðra því öllu í dag. Hugsaðu ykkur vanvirðuna á sjálfum sér að láta góð verk og alla vinnuna sem fór í að byggja þetta upp bara hrynja fyrir augunum á okkur vegna þess að við klúðruðum.
Já, vinir, þetta er nú að verða ágætt hjá okkur í dag og Konráð Rúnar Friðriksson hefur þetta ekki lengra og veit að þú hefur fengið eitthvað til að hugsa og móða úr og tilgangur ekki annar. Heldur þessu góða verki áfram í Jesú nafni. Amen.